reyna að hafa þetta skriftmyndir fyrir á þig. En það er samt svona svolítið efni að kofera. En í rauninni ekkert af Þið þurfum rauninni ekkert af þessu efni fyrir verkefnin núna, þá er ég eiginlega fullera. Þetta er allt verkefni 3. Já. Þannig við reynum bara að hafa þetta ljúft núna, skemmtilegt. En ég ætla að tala nokkra mótla. Og fyrsti, og ég mun örugglega flakka aðeins inn á líka Linux. Af því að það er sumt svona þægilegra þar. En OS-módulun er svona Miscellaneous Operating System Interfaces. Og þarna getið þið átt samskipti við stýrikerfi. Ég veit ekki hvort að þetta er til í Python. Nei, í Windows segi. Jú, OSU. Þetta er til í Windows. Hérna til dæmis hafið aðgang að environment variables. Til dæmis að pathið ykkar er hér. Þar sem að Windows leitar að hlutum eins og dyr og ég man ekki nöfnin á neinum. Help. Já, ping, akkurat. Ping, telnet, allt svo leiðist þetta. Hey. Ok, þannig að þarna þetta er bara pathið fyrir stýrikerfið, þetta er alveg eins svipað á Linux. Environment, þetta er environment. Allar environment breytur þar á meðal path. Hérna er það sem ég sýndi ykkur daginn, chhtir og get current working directory. Hérna getum við spurt get current working directory, hvar er ég að vinna og ég get breytt því. Sett hérna os, chhtir, ég get líka sagt bara chhtir punktur, þá fer ég upp 1, þá sem þetta er desktop-orðið working directory mitt, en eins og ég sagði hvernig daginn að maður ætlar svona að reyna að forðast þetta eins og maður getur að nota þetta. Þetta er fullt af ykkur svona teknilegu stoffi. Hérna getur þið náð í process ID á okkur process og allt svoleiðis. Já, og svo sjáum við hérna undir alltaf hvar þetta er available. Available í Unix þýðir, Linux og Mac og sem þýðir að þetta virkar ekki í Windows. Megna þessu hérna. Og hérna getið þið unnið með fældeskriptora, bara ég hef aldrei farið í svo low level hluti með Python, en þetta er allt saman hægt. Og ég held að séum ekki að fara að nota mikið meira. Já, hérna sem sagt getið þið opnað þetta er svona meira low level leið til þess að opna skrár og það fældeskriptora heldur en open,
þess að ég segi, ég aldrei þurft á því að halda. Og hérna einhverjir, þetta allt eitthvað Unix-dót hérna. Sendfile, bla 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 bla. Og þú veist, hérna getið skoðað get terminal size, ég veit ekki, já, þetta, þú veist, ef þið að gera búið til eitthvað rosalega flott svona þess að ASCII art forrit eða þú veist, forrit sem að birtir hluti á einhverju töflu ASCII með einhverju svona ASCII art, þá getið skoðað hvað terminal size og svona. Files and directories, hérna eitthvað sem að hérna til dæmis getið breytt möppu, þið getið breytt þess að CH-moddað og CH-ónað. Og þetta allt, þú veist, Unix, þið kannast ekki við þetta úr, fór hann ekki í þessar hluti í tölvuhögun, hann Freistein. Þetta breyta, CH-on breytir eiganda möppu eða skrár og CH-mod breytir aðgangi. Link eitthvað sem að býtur til hardlink. Ég veit ekki hvernig maður búið til simlinka þá, skiptir ekki öllum manni. Þetta eitthvað sem að, já sko, þetta eitthvað sem notað en ætti að vera sjaldan notað. Og OS listir, sem sagt, þið notið þetta bara í einfaldar hluti. Default þess að gefur hann einhver lista af möppum og skrám sem eru í þessari möppu sem ef það engin parameter þá það eins og að segja hérna punktur, current mappa. Þannig að current mappan fara í desktop, ef við segjum hérna OS hér og förum aftur inn í Python og gerum OS listir og sjáum við að þetta eru skrárnar sem það eru þar. Og við getum líka sett OS listir einhver mappa sem heitir PyCache. Og getum við séð hvað þar inni. Nei, já, spurningin er þetta að tjekka hvort það eitthvað mappa sér til. Nei, þá farið villu, en ég sýn ykkur fölltu þessu eftir. Þannig að það segir eitthvað svona, þá segir hann Bernard found error. En ég skal sýna ykkur þá eftir hvað við notum í það. Þetta bara, það leiðilega við þetta að við fáum lista af öllu dótinu og við þurfum manually að tjekka, sko, er þetta mappa, er þetta skrá? Því við vitum ekki neitt. Þannig að þetta til dæmis ein leið sem ég myndi nota þetta, ég myndi vita nokkurn veginn hvað var í þessari möppu, myndi ég fá allt dótið, eða að ég vildi tjekka hvort að mappa verið tóm, það get ég gert svo. Við getum tjekka, þú veist, hún ekki tóm, bara if og listir, þá ger ég eitthvað. Og þið getur náttúrulega líka sett svona absolute path bara. Ef við segir orðsum. Makedir, þá búið þið til möppum, þannig að þið getur sagt hérna OS makedir. Skoðum hérna. Nei, skoðum þar. Og Python, þá til mappa hérna sem þið ég. Og röglega til makedir líka. Nei, hvað gerir ég? Já, ég hoppaði upp. Já, makedir, þá augljóslega breytist MK-ið í make, ég rugglast alltaf á þessu. Það hérna, já, þetta svipað, þetta eins og að segja, sko, makedir í Linux, þetta var makedir ég, hitt var makedir -p. Því þess að ef að þið getur sagt, hérna, OS makedir, þeir segir lol what, þá segir hann lol er ekki til, hann reynir bara að búa til síðustu möppuna. En ef þið segir makedir, þá býr hann til alla raunina fyrir ykkur. Ef þess að mappan lol er ekki til, þá býr hann til fyrst, svo býr hann til, hvað segir hann?
Hérna var til LOL og hérna var til VAL. Og þetta samt gerir þið aldrei, ég ætla að sýna ykkur eftir hvað þið gerir til þess að líma saman svona path. Ég bara gerir þetta til að sýna ykkur hvað þetta gerir. Remove fjarlægir sem sagt skrá, ekki directory. Þú veist, þetta bara eins og skipanir í Linux, þú veist, ef þið segið rm á möppu, á þess að setja -r, þá kvartar hann. Og þá þurfum við að segja rmdir og þetta bara svipa. Þannig að ég get, hverju vil ég henda hérna? Hent hérna bad.txt, þá getum við sagt hérna os.rm og það ekkert að bakka með þetta. os.remove bad.txt. Þetta fer ekkert í ruslatunum eitthvað eða neitt, þetta þýðir bara að þessu hent á stýrikerfinu. Held ég alveg örugglega. Ja. Ekki nema þá, þú veist, ekki nema stýrikerfi var þá það grípa inn í, en það gerir það ekki. Þannig að, þú veist, alltaf að gera kannski dry run áður maður fer í þennan bakka. Já, dry run til þess að keyra hlutina án þess að láta að gera það sem þeir eru actually að gera. Eins og til dæmis, það er, já. Já, ekki gleyma unindent eitthvað svona inn í forlúku eða eitthvað svoleiðis, það er mjög krúsalt. Þannig að til dæmis, ef við ætlum að gera eitthvað svona þá getum við kannski byrja á því að prenta, þú veist, prenta nafnið á skráni sem við ætlum að eyða með fyrst áður en við förum með eitthvað meira. Remove dirs, fjarlægir möppur recursively og þær þurfa vantilega að vera tómar. Samt þú hérna, við segjum hérna os remove lol. Það er hérna mappan sem innihjalt tóma möppu. Ja, akkurat, þá fáum við villu. Akkurat sem heitir þetta þá remove dirs. Já, ok. Og eða hann öllum í þessu, já, þetta virkar öfugt, ok? Þá skil ég þetta. Þá er þetta ef við eyðum hérna lol what, þá eyðir hann bæði lol og what. Þannig að við keyrum þetta. Þá hverju bæði sem sagt what mappan og lol mappan. Þannig að neðsta mappan sem er í remove dirs verður að vera tóm. Og hann fjarlægir hana, ef að mappan sem er fyrir ofan er tóm nú, þá fjarlægir hann hana og svo framvegis. Lappar upp. Rename er bara eins og move, það er bara þegar við getum sagt hérna was rename það er eftir breytist það. Og já, ok, remove dirs, það er líka til rmdir sem bara fjarlægir eina möppu. Ég sé samt ekki annað mun á rename og replace. Já, ok, það munurinn bara er já, þetta er einhverjum svona tæknilega munur en þetta er svo allt þarna til staðar. Ok, svo held ég að sé ekkert meira sem ég ætla að sýna ykkur hér en það er einn undirmódul í OS sem að ég er mikið, nei, fyrirgefðu, ég gleymi náttúrulega aðgörnum.
Þetta er það sem ég nota mest í OS. Þetta er yndislegt fall sem heitir overflow. Og þetta er yfirleitt alltaf það sem maður vil nota í staðinn fyrir listir. Þetta er svona 1000 sinnum öflugra. En skoðum þetta aðeins. OS CHDir og hoppum við upp eina möppu. Þannig að nú erum við á desktopnum. For x in os.walk segjum bara við ætlum að labba á okkar print x. Gerum þetta svona. Þetta fall er algjör snill. Þetta sem labbar fyrst í mína möppu, mappuna sem ég byrjaði í, og skila mér túplu, og túplan inniheldur sem sagt allar möppur sem eru í þessari möppu sem ég er í lista, og svo allar skrár í lista. Þannig að hann aðskilur hvað eru möppur og hvað eru skrár fyrir okkur. Það sem hann gerir svo er að hann finnur fyrstu möppuna hérna, það þarf ekki að það til öðru sér leið, en næsta sem hann gerir er að hann finnur sem sagt möppu sem var í möppunni sem ég er í og gerir það sama fyrir hana. Þá segir hann mér, nú er ég inn í þessari möppu og inn í henni eru þessar möppur og þessar hérna skrár. Svo labbar hann inn í einhver af þessum möppum, þannig að Python A, og hérna segir mér að það er engar möppur inn í henni og það er engar skrár inn í. Þá bakkar hann upp, af því að hann getur ekki farið lengra niður. Og þá segir hann mér, ég er inn í þessar möppu núna, inn í henni eru engar möppur en það eru þessar skrár. Ok, þannig að segjum að við viljum labba svona í gegn, þannig að oftast þegar maður labbar í gegnum þetta, þá segir maður for root, dirs, files in os.walk. Það verður punktur. Það er þetta svona, og þá getum við sagt hérna for f in files, þá getum við sagt bara hérna print f, open f, read, bara segjum ok, fjöldi karaktera í öllum skránum. Já, hérna klikka ég, sjáðu hérna. No such file or directory aeu.txt. Af hverju? Af því að current mappan mín er current mappan mín er hérna desktop mappan. Já, þannig að aeu.txt er ekki working directory, af því að ég er hérna desktop. Hvað gerir bændið þá? Jú, við munum það, við eigum hérna root. Þannig að eina sem við þurfum að gera er að líma saman. Við vitum að þessi skrá, hérna f, er í möppinni root, þannig að við þurfum bara að líma saman skráanafnið og segja möppunafnið og skráanafnið. Og til þess notum við os.path.join. Þá hérna komum að því að við erum að lesa eitthvað sem er ekki UTF-8, nei, latin 1 er góða, og þá segjum við bara hérna mode r8 og bara lesa þetta sem byte. Read tekur ekki argument, það er open sem tekur þau. Þannig að hérna erum við bara að telja byte í öllum skrám. Þannig að við skulum gera þetta svona krútlara.
sem current file hér er eftir os.path.join root.f hint á current file og slettum þessu hérna sem current file lesum byteinn og read. Skráðu hérna að desktop skráin, hún er 282 bæti, A og U eru 46 bæti og svo framvegis. Og ef við viljum til dæmis fá bara allar skrár sem eru í einhverju möppu, í einhverju möppu og öllum undirmöppum, þá getum við sagt bara os.path.join root.file for root, skiptir ekki máli, files in os.wall for file in files. Þá erum við komið með allar skrár recursivt inn í þessari möppu. Þannig að þetta walk-fall er snill. Og það náttúrulega tekur inn, það getur líka tekið inn absolute path eins og við sýnum áðan eða tekið inn relative path. Þannig að ef ég vil skoða allar bara inn í Python-möppunni þá fæ ég þetta svona. Walk er bara mesta snild í heiminum og það eru til einhverjir parametrar. Það geta komið bullur að eitthvað breytist í skráarkerfinu ef að þegar við erum að vinna í því og stundum getur það verið okkur að kenna. Top-down, þá lappar hann í öfri röð. Skoðum hérna, til dæmis að hann byrjar í punkti, svo fyrir hann skoðar hann allt Python og svo skoðar hann undirmöppur í Python. Við breytum þessu í false, þá gerir hann þetta bottom up, þá byrjar hann í neðstu skránni. Byrjar hann í öllu neðstu. Og þetta getur verið góð, þetta getur verið gott ef við ætlum að eyða ykkur úr möppunum, þess að eyða ykkur möppum eða ykkur skrám, að því að við gerum það í öfri röð, þú veist, ef hann byrjar efst, langt best að teikna þetta á. Sem að hérna er einhver mappa og undir henni er einhver mappa og einhver mappa og einhver mappa og undir henni er einhver mappa. Þannig að það sem OS-Walk gerir er að hann, við segjum hérna, ok, labbaði hérna niður og hann skoðar það, ok, ég ætla að setja allar þessar hérna möppur hérna í einhvern lista. Svo skila ég honum, skilunum öllum skrám, skiptir ekki máli og svo notar OS-Walk þennan lista til þess að labba. Ok, næst ætla ég að endurkvæmt skoða allt sem er í möppu 1. Nema ef að við í fyrsta skrifi sem lætur okkur fá þetta hérna dót, segjum, já ok, við ætlum bara að eyða möppu 1, við ætlum að henda henni út. Við erum bara að parsa þessar möppu til þess að eyða ykkur ákveðnu. Þá samt sem áður heldur hann fattar það hért þegar hann ætlar að halda áfram, þegar þetta er bara einhver listi sem að OS-Walk geymdi þegar hann las möppuna okkar. Þá reynir hann að finna möppuna 1 inn í þessari hérna möppu sem við kallum bara 0 og þá kemur við. Ef við gerum þetta bottom up, þá vitum við að það mun aldrei gerast. Af því að hann er búinn að skoða þetta undir möppur áður en hann skoðar möppuna sem við erum í. Já. Já, OS-Walk. Þannig að OS-Walk er algjör snill og hérna er eitthvað dæmi eitthvað sniðu. Já, hérna er eitthvað svona flóknar útgáfa af Walk sem að skila líka file descriptor. Og hérna er eitthvað Linux-dót og eitthvað Process Manager. Já, það er til, þið getið þorkað eitthvað með OS. Og já, það er til alls konar hérna, en
Open, ég ætla ekki að fyrir það því að það er til annað library fyrir það og þið getið sendt alls konar kill signal til processa og eitthvað svona dót. Það er miklu flottari library til þess að tala við processa heldur en OS. Þannig að við skulum ekkert að eyða neinum tíma í það. Ég ætla að sýna ykkur eitt. Já, þetta er allt eitthvað system dót. Schedulerin. Ok, þannig að ég ætla að sýna ykkur eitt í viðbót og það er hérna OS system. Þetta er svona, það er betri leið til að gera það sem það sem OS system gerir, en þú veist, oft gerir maður þetta bara ef maður er bara að henda í einhverju skriftu sem þarf að gera eitthvað á einhvern tíma og vill ekki fara að lesa sér til hinn libraryin, eða hitt library. Það er os.system. Það sem sagt bara kallar á þessa skipun í skil. Þannig að ég fór ekki að loka Firefox, en langar ekki að loka það. Já, Notepad. Classic. Þetta er næsi Notepad. Og þetta ræsir allt í gegnum skil, sko. Þannig að leiður loka Notepad og ræsir skil. Ég held að þetta virki. Nei, já, þetta er ekki. Þetta virkar ekki Windows. Já, þannig að þetta er svona bara einhver undar einfölda leið til þess að opna eitthvað, þá er þetta málið. Ha? Ja. Já, meina svona. Þetta er eina leiðin til að lifa. Ok, en svo er það OS Path modulinn, hann er eitthvað sem við notum mikið. Hann er með svona dót til þess að manipulata path sem við erum að vinna með. ABS path sem þetta gefur okkur absolute path á eitthvað, þannig að við erum alltaf að vinna með relative path hérna til dæmis, eins og við sagðum hérna os.get current working directory og fá, nei, það var hérna, já, get current directory skilur okkur absolute path, en ef við erum með relative path, eins og Python til dæmis, við getum sagt os.listir Python, ef okkur langar að vita, þú veist, hvað er absolute path á Python, þá getum við sagt os.path.abs path Python og þá segir hann okkur, þetta er absolute path á Python. Þannig er þetta nákvæmlega á stýrikerfinu, eða í skráakerfinu. Base name og, hvað heitir þetta hringurinn? Base name og file name. Split, base name og dyrname, já, fyrir ekki, ég er að regla. Ok, þannig að ef við tökum hérna pathið sem við erum undan, við segjum við segjum os.path.basename á p, þá skilur hann okkur sem aftasta görnum. Þetta er rosalega gott ef við fáum full path á eitthvað skrá. Ef við viljum fá nafnið á skránni sjálfur, þá segjum við basename. Ef við viljum fá nafnið á möppunni, þá er það dyrname. En Python er samt mappa líka, þannig að hann gerir engan greinum hann að því. Og ef við viljum fá bæði, þá segjum við bara split. Ég var nokkuð svo þetta í túplu, basename og svo, dyrname og svo basename. Common path, þetta er hluti sem við finnum ef við þurfum að halda, þetta er mjög þægilegt ef að vinna með tvö fyrirbæri sem að segjum zip skrá og einhverja möppu á. Já, þú veist, ef við erum með hluta af einhverjum, þú veist, þeir eru búin að unzipa einhverju dóti inn í einhverja möppu og þeir eru að matcha það við eitthvað annað. En já, við fer ekki nánar út í það. Common prefix, dyrname já, exists er eitthvað sem má nota mikið.
Það akkurat það sem við varst að tala áðan. Til þess að athuga hvort eitthvað sé til í skráarkerfinu, þá segir os.path.exists Python. Það getur verið simlingur eða skrá eða mappa. Já, hérna sem sagt já, Lexist sem sagt, þú ert og hallast frekar að einhverjum öðrum lexurum en öðrum, þá ertu Lexist. Þetta svona tæknilegur munur hérna á Exist og Lexist. Já, expand user. Veitu hvað gerir þetta á Windows? Ég veit bara hvað gerist á, gerum þetta bara á Linux. Bara putti. Hérna putti. Ég segjum hérna py og ég segi import os og segi os.path.expanduser. Ég tilda og segir hann mér hvað er þetta home mappan mín. Af því að það virkar ekki default að segja til dæmis os.list til tilda. Ég held að það virkar ekki. Nei, hann veit ekkert hvað það er. En ef ég segi os.path.expanduser þá segir hann mér hvað er hann. Hérna er mappan Muchen-Tuchen. Expand vars, skiptir í öllu máli. Hérna getum við að tjekka hvort að eitthvað path sé absolute path. Sem sagt absolute path byrjar frá rótin á stýrikerfinu. Þannig að í Windows þýðir það að það byrjar á C típunktur eða hvað sem diskurinn ykkar heitir, típunktur, skástrík og svo framvegis. Og á Linux þýðir það bara að hann byrjar á skástrík. Það er absolute path. Hitt heitir relative path. Það byrjar sem sagt ekki á skástríki. Is-file, is-dir og is-link, það er bara eins og exists, nema bara þegar það er meira specific, þá er það að spá í hvort það sé skrá, mappa eða simlingur, eða linkur, hvort það sé sim eða hardlinkur. Og svo join sem ég sýndi ykkur á hann. Það er það sem ég eigi að nota til þess að líma saman path. Ekki gera það í höndunum. Ég vil ekki sjá Python svona plus, skástrík, plus, eitthvað. Af því að segjum að þið séu á Windows og þið ætlaði hérna að lesa upp úr Python og svona Python skástrík já, það var mjög óhuggulegt. Python plus hvað var undir Python? Yay til dæmis. Þegar það segir hérna os.list dir þá er þetta, en ef ég keyri þetta til dæmis hjá mér á Linux þá krasar það. Af því að Linux notar þennan separator á path. Þetta virkar líka á Windows af einhverjum fyrirlegum ástæðum. En í staðinn þá segi ég bara dir er os path join Python og yay. Á Windows þýðir það öfugt skástrík, á Linux og Mac þýðir það /. Og já, þannig að þetta er miklu einfaldara. Þetta líka passar upp á það ef að til dæmis skástrík eða er til já, ef það er skástrík á möppinu fyrir, þá til dæmis passar os path join upp á það. Þannig að hann bætir ekki við tveimur. Þannig að þetta er miklu betra fyrir ykkur að nota þetta. Þetta passar upp á alls konar svona bugga sem getur verið hjá okkur. Og líka bara að þetta gerir þetta meira platform independent. Og verður alltaf meira clean heldur en að líma saman strengi. Það er alltaf frekar dirty. Norm path, non-case, relative path.
Hérna getum við beðið relative path á einhverju frá okkar bæjardyrum séð. Þannig að segjum við séum með þetta full path. OS.path fyrir real path. Já, real path, já, ég lista þau. Real path eitthvað sem ég þurfti að nota með daginn. Það alveg snilt. Real path, þá segir hann okkur þetta mappan þú ert í. Þá ég segi hérna Python, þá segir hann okkur þetta relativt til okkur, þá þetta bara mappan Python. Real path eitthvað sem maður getur notað. Þetta sérstaklega mikilvægt ef við erum að taka við skráanöfnum frá internetinu. Þar sem það getur verið svona injection á því að einhver sendir inn nafn á skrá og það .. eitthvað. Þá getur serverinn óvart yfirskrifað einhverja möppu sem einhverja skrá sem hann á að yfirskrifa. En real path sem sagt expandar allt svona .. eitthvað. Þannig að ég getur sagt os.real path os.path.real path .. hann gefur okkur hvaða mappa það eða tekur þetta same file, same stat split extension mjög fínt það þá getur verið með j.txt, þá splittar hann upp í j.txt og hann splittar eftir síðastum punktir, j.tar splittar hann í fyrst upp eftir því og ef það eitthvað path á undan þá er það að skilja því. Ok, þannig að þetta það sem við getum notað til þess að hjakkast á stýrikerfinu. Svo til annað, af því að þið sáu að það var, ef þið ætlaði að fjarlægja til dæmis möppu sem inniheldur fullt af drasli, þá var það ekki hægt. Svo sáu þið heldur ekki stuðning til það að kópera hluti. Og ef þið þurfið til þess að kópera skrára milli, eða þið þurfið að bara fjarlægja, þú veist, þið viti bara, þetta mappa sem fullt af ykkur rusli, við ætlum bara hendinni með öllu dótinu. Þá notið þið shutil. Það eru svona higher level file operations. Og þar getum við sem sagt, copy og copy 2, nema copy 2 reynir að preserva metadata sem eru einhver svona, þetta eru svona tæknilegt, þetta eru tæknilegir hlutir og ég veit ekki alveg, ég þekki ekki nógu vel, en metadata er svona, það er eitt verkefni það að lesa metadata á skrám sem er eins og til dæmis þegar þið, það er hægt núna, menn séu með einhverjar MP3 skrár, þetta er alltaf komið inn á Spotify, en í gamla dag, trúið mér, þá var maður oft að sækja Audio Galaxy, MP3 skrár, mann einhver eftir Audio Galaxy. Það er einn í salnum. Og þar inni, í MP3 skrám eru oft svona metagögn sem segja, þú veist, artist, þú veist, hver listamaðurinn, hvaða track þetta er, á hvaða plötu þetta er og svo framvegis. Þetta sem þetta reynir að preserva þau gögn eða getur, en það er vist eitthvað svona, ég veit ekki af hverju en af einhverjum tæknilegum ástæðum er það erfitt. Þannig að hérna er copy tree sem þýðir bara að við getum recursively copyað eina möppu yfir í einhvern annan stað. Og það er fullt af einhverjum flöggum til að gera það. RM tree er þegar við viljum bara fjarlægja bara allt, bara mappa og við viljum fjarlægja mappuna og allt sem er undir henni. Þetta er bara RM minus RM. Ekki endilega F, en R minus R. Hérna er move sem er svipað og rename.
Nei, ok, þetta er sama úr Rínum. Já, ok, ég held að þetta hefði sér eins og move, Linux move. En ef þetta er bara á sama disk, þá er Rínum used, annars, ef þetta er á sikkurum disknum til dæmis, eða sikkurum fælsysteminu, annars er það kópirað yfir og removað. Og hérna er chown og which og hérna er eitthvað bara dæmi. Já. All right. Hvernig byrja? Já. Er einhverjar spurningar? Hvað sér þau? Já, nota þetta til þess að lesa, já, svona metagagna myndum. Nei, en það er pottið til ykkur library. Hvað heitir þetta, segir við? Þetta er til þess bara ykkur EXIF reader. Og þá getið þið bara, nota work til þess að labba yfir alla myndinar og já, þá er þetta library eitthvað, já, svo. Þetta svo. Já, það var bara process file og þá vantilega fáið eitthvað svona fullt eitthvað drasli. GPS og allt það, já. Nákvæmlega, þetta er snill. En já, það yfirleitt ef það er eitthvað svona dót, það er alltaf til pip-pakki fyrir það, sem við förum í, þannig bara í næstu viku. Pip er snill. Já, hvað, ekki bara taka 10 mínútur í síðasta görinu og þá getur bara að segja það gott. Já, það er glob, ok, ég er enga sem það er glob. Nei, tökum pásu, ég ætla að tala glob og svo þegar að gera grepp fyrir ykkur. Halló. Þetta ekki grínast. Það var ekki hljóð á fyrirlestunum. Æ. Sorry þeir sem voru heima.
Já. Hérna, ég ætla bara að hafa örstutt í viðbót. Sorry hvað þetta er alltaf lengi. Ég skal lofa að þetta fyrir að styttast núna. En eini módulinn sem er eftir til að, hann er mjög einfaldur til þess að vinna með svona skrár. Hann heitir Glob. Ekki þessi ykkur. Og Glob virkar nákvæmlega eins og Unix-skilin Globbar. Þannig að ég get sagt þetta ls stjarna þýðir allt sem er í eitthvað möppu, þannig ég get sagt ls doc. Já, ég er inn í það. Nei. Já, ls doc def, eitthvað fleis, eða doc stjarna, eitthvað hann allt þar inni. Og svo er 20 viðbótinn í þessum syntax. Held ég, eða hvað tekur þessi ykkur? Já, það er 20. Það er sett stjarna og svo er það spurningamerki sem matchar 1. Það ég get sagt D og spurningamerki. Þá er það bara doc. Ég get touchað A, B og A, touch A, C. Það get ég sagt hérna ls A spurningamerki, þá dockar hann það finnur hann A, B og A, C. Og það þriðja er hérna sama og ég sýndi ykkur með áðan í regexinu 0-9. Það má vera hvaða tala sem er uppi hvaða tala sem er. Það er ekki bara 0-9, en sami syntax og mengja syntaxin í regex. Þannig að sjá. Benda hérna á fluff möppuna mína. Allir sem að skilu ykkur fordunarprófi, gagnskímaprófi, þannig að ég get sagt til dæmis ls allir sem að byrja á 0 og svo 0-9. Örfáir. Og ég get sagt hérna 1 og ég vil bara fá það sem að byrja frá 2011 til 2012. Ó. Já, þetta bláa sést ekki neitt. Ó. Color scheme, síðan segir því mér Helgi, hvað heitir það? Ekki Senburn eða eitthvað, það er rosa klassist eitthvað. Jáhá. Ókei. Hvað heita þessi blessuðu þeim með mannaði ykkur? Þetta er ekki ark, hvað er Darri? Hvað er Darri þegar maður þarf að halda? Heyrðu, bara, hvað líkast ykkur best á? Heitir eitthvað Steve þarna? Já, Steve, hljóma vel. Svona.
Hvað segir ég? Það eru 4. I don't know. Það eru 3. Þetta eitthvað betur? Nei, það er alltaf bara sami blái litur. Ég hælindi þetta bara fyrir mér. Hvað var ég aftur? Exams. Já, það var hérna í grading og exam. Já, ok, cool. Þannig að þá sjáðu þetta hérna. LS, stjarna og svo 1 og svo 1-2. Þannig að það er allir sem byrja 11 og 12. Þannig að þetta er glob. Þessi tiltá ekki að vera hérna. Þannig að það er til library í Python sem að styðja þennan syntax. Þannig að þetta getur rosalega þægilegt ef maður er að henda upp einhverju skriftu. Ég veit að bara þú getur sagt opna hérna py og sagt hérna import from glob, import glob, sagt bara glob. Já, mér vantar hérna akkurat stjarna, allir sem að byrjuðu að í árunum 2010-2011, þá fæ ég það. Og það skemmtilega við þetta er að ég get sagt hérna skástrygg stjarna, þá fæ ég allar undirmöppur, eða ég vil fá hérna 5 tic-tac-toe hjá öllum, fæ ég það svona. Þetta er mjög þægilegt bara að maður er að henda ykkur upp. Þetta er ekki kannski notað mikið í produksjón, en þetta er mjög þægilegt. Og þeim svolítið við getum líka að nota hérna sem er kannski ráðlagt að nota hérna os.path.join. Hann kom þessi tilda. Það fyrir að nota skástryggi við. Og þetta getið þið sagt hérna. Þá getið þið kannski globað hérna stjarna og globað Python stjarna. Og hérna sjáu þið fáið full path á allt, þannig að þið þurfið ekki að vera svona í þessu hérna joini eftir á en svoleiðis, þannig að fáið bara allt. Þannig að þetta er mjög þægilegt þegar við svona gera eitthvað hratt og þægilega. Og það sem ég ætlaði svo að gera með ykkur að lokum. Okay. Setjum bara hérna í exam. Búum til eitthvað svona smá grepp. Og segjum bara að við tökum hérna path sem, já, fastar yfirleitt skráði sem svona stórum stöðum eins og í C og C++. Segjum hérna þetta er home. Hjalti, doc, dev, exam. Segjum að það sé pathið okkar og segjum að þetta sé regex okkar í augnablikinu sem við erum að leita. Og í augnablikinu ætlum við að leita að dev, við ætlum að leita öllum fröllum sem að
hafa 2 parametra. Við getum náttúrulega ekki gert það. Taka einhverja tölu sem parametra, þannig að hérna getur verið hvað sem er, svo kemur einhver tala og svo getur verið hvað sem er. Segjum það bara. Hérna ætla að segja import RE og import. Þá segir bara for root, file, root, files, dirs in walk path. Þá ætlum við að segja þetta til dæmis myndum við ekki endilega hafa þetta sem opið, þannig að við getum sagt CRE er compile RE. Þannig að þá segjum við for f in files path reft og f os.path.join f root.f join er þess að fá absolute path á skrána og svo segjum við hérna with open path as f as open ég vil helst ekki nota þetta. Ekki það? Nú. Current file. Það getur við sagt hérna, já, ef við viljum hefða okkur eins og grep. Já, vitið þið hvernig grep virkar? Nei, segja nei. Ef við segjum grep minus r def, sem var regular expressionum mitt, cirka, í hérna home hjalti dev, nei, dev. Leitar hann í öllum öppum. Leitar hann að öllum línum, sem hann segir okkur að þetta er í þessari möppu. Nei, í þessari skrásið þá fannst þetta í þessari línu og hann highlightar hérna matchið sem hann fann. Já, við ætlum að leita hérna def með sviga sem innihélt tölu. Já, ok, það er svona. Þetta vera. Allavega. En já, grep sem sett gerir þetta, hann prentar út nafnið á skránni sem þetta fannst í, svo prentar hann út línuna sem matchaði. Þannig að við getum gert eitthvað svipað þessu. Þá getum við sagt hérna lines er rétt á cf.read.splitlines, þá eru komið alla línundan í skránni. Svo segir ég bara for l in lines, ekki nota l sem breytunafn, það er bara ekki góð hugmynd. Segjum hérna n,li
númer, við þurfum þess ekki, fyrir ekki. LI in lines, þá getum við prentað, segjum hérna if CRE search LI, ef hann finnur eitthvað match, þá prentum við út hérna þá prentum við út path og línuna sjálfa. Og við leyfum hérna að defi þarf ekki endilega að vera í byrjun línunar, það má vera bíl og undan líka, en ekkert annað. Is a directory. Snýrðu sögt. Já, þetta átti að vera DSO files. Og hérna getum við lent í eitthvað svona UTF-8 og þá bara segjum við try. Þá getum við til dæmis, þá make a sense að segja hérna os.stdr. Hérna, þá þurfum við sys undar. Import sys, að segja hérna sys.stdr.write could not open path. Já. Já, þetta eru allt eitthvað svona. Gerum það bara silently, að þetta eru hérna, þetta eru binary skrafs. Hérna sjáum við nafnið á skránni og svo def forward self og hérna sjáum við n-1, þaðan kemur ásinn, eða þaðan kemur talan, hérna er max að setja 10, þaðan kemur talan og svo ef að eitthvað já, ef að breytunöfninni halda eins og 1 eða 2 eitthvað leist þá virkar þetta. Þannig að þið sjáu að það er ekki tiltölulega lítið mál. Á ég að fara í gegnum þetta, sorry, ég ger þetta svolítið hratt. Þetta er kannski eitthvað svona aðeins skilur. Já, alveg rétt. Befund simulatorinn sem við gerðum fyrir verkefnalausnir. Hver er lent í Befund? Bara 3? Nei, það er ekki fleiri. Befund, það var svona PV forritunarmál. Nei. Það var fullt af defum. En já, hérna sjáu þetta hættu en þið sjáu að þetta er tiltölulega einfalt að gera svona hluti í Python. Þetta er alveg fáránlega öflugt tól. En já, hérna sem sagt til að labba í gegnum þetta. Hérna labba ég routers, files og svolk, þetta er bara svona klassískt. Og labba ekki um allar skrár sem ég finn. Pathið á þeirri skrá fæst með því að joina root og f, sem þetta því að ég er bara með nafnið á skránni sjálfri sem f hérna í files og ég vil fá alveg full path á skrána, þá ger ég það svona.
Og svo reyni ég að opna skrána og það er fullt af binary skrám og einhverju drasli sem er ekki enkóðað sem UTF-8. Já, nú er ég á Linux, þannig að default encoding er UTF-8 eins og var látið inn á Windows. Og ég les alla skrána og splittin þetta niður til línum, svo labba ég genið línunar og leita að mynstrinu inn í línunni, sem sagt þessu hérna regexi, sem er búið að compila hérna þetta regex. Og ef að ég finn það, þá prenta ég út full path á skráni og línuna sjálfa. Og ef að eitthvað feilar, já, reyndar, þú veist, þetta er að gera ef eitthvað feilar, þá silently passa ég sem að ég ætti náttúrulega aldrei að gera. Nema það sé ekki mjög góð ástæða fyrir því. En já, þá get ég gert það. Segðu það gott. Eru eitthvað spurningar? Já. Jú, í næstu viku, já, það var ágætt að tala það núna. Í næstu viku verða verkefni 3 og 4. Verkefni 3 er aftur á námsmat. Verkefni 3 er aftur Python-verkefni, músíkverkefni segi ég. Það verður allt Python-verkefni. Og verkefni 4 verður svona frjálsara. Það eru 1-2 þokkalega stór dæmi sem þið þurfa að gera og það eru svona miklu frjálsari útfærslur á því. Því með í rauninni gera það sem ykkur dettur í hug þar. Og það, þú veist, þar með ég nota Python 2 ef þið viljið, þar með ég nota pip pakka ef þið viljið. Þið þurfa bara að láta að vita hvaða pakkar þeir eru. Og það verður farið yfir það í handarum. Það er sem þetta ekki músík. Og það verður ekki farið yfir það áður en að þið farið í verkefni 5. Ég get bara engan veginn lofa því. Eða, þú veist, ég ætla ekki að reyna að lofa því, það verður bara ekki gert. Já. Það hefur bara gefst ekki tími, þið eru svo mörg. Hvað sér þau? Já, verkefni 5 er svona stórt bara project. Það er bara eitt verkefni. Verkefni 4 getur nokkur lítil, en verkefni 5 er bara eitt stórt verkefni. Og það eru ýmsir valmöguleikar og þið megið líka bara koma með ykkar eigin tillögur eða viljið. Og ég er bara með það hvort að mér finnst að vera nógu stórt. En já, það í fyrra voru menn að gera tölvuleiki sem langar að discouragea. Af því bara, já, reyndar hugmyndir frá mér eru reyndar tölvuleikir, þannig að ég segi það nú ekki. En það voru einhverja að nota Pygame sem að ég mæli ekki með. Það er bara of mikið svona skref að reyna að læra á það. Eða svona fyrir marga, ekki nema hafið eitthvað kynst í áður eða hafi verið einhverju leikjaforritun áður. En já, svo já, það er fullt af valmöguleikum. Ég þarf að fara yfir þá aftur. Og já, sérstaklega bara ef við erum eitthvað áhuga, það var ein hjá mér í fyrra sem er líffræðingur og hún gerði eitthvað svona aminosýru brjálæði. Það var rosalega gaman. Þannig að ef þetta er eitthvað sérstakt áhugamál hjá ykkur, veist, hvort sem það er Heklun eða finna einhverja ljósmyndir, vill gera eitthvað klikka með ljósmyndir, þá er það bara frábært, sko. Mér finnst alltaf gaman að sjá eitthvað svona. Það er rétt að sagt, mér finnst leiðilegt að fara yfir mörg einsverkefni. En já, einhverjar spurningar það, fleiri, já. Já, akkurat. Þetta er allt einstaklingsverkefni hérna, allt músíkverkefni eru einstaklings, en verkefni 4 og 5 eru alltaf 2 manna hópar. Prófið. Já, prófið verður bara forritunarpróf. Prófið í rauninni verður bara upp úr verkefni 1-3 og svo músík. Nei, hérna svo keppninni. Þú veist, það verður bara eins og músíkdæmi. Þið þurfum ekkert að hafa ágjörð því sem er læruð fyrir verkefni 4 og 5. Og það verður bara ljúft og þægilegt. Þetta er ekki eitthvað stresspróf. Það er allt, þið tækir þetta bara einhver tölum, sko. Þetta er ekki í prófakerfi. Þannig að þið bara mætið með einhver tölu, þið með bara
hlusta hvaða tónlist sem þar að segja ég ætla að búa til Spotify playlista með einu lögunum sem ég með hlusta á, það verða ræður eftir Margaret Thatcher og nei, það var samt geggjað að búa til Spotify playlista og við ræðum eftir Margaret Thatcher, akkurat. Akkurat. Já. Ok, það geðveik hugmynd. Já, countdown klukkan verður að vera stanslaust í gangi í eyrunum ykkar meðan á prófinu stendur. Já, þannig að prófið verður bara alveg opið, þið hafið aðgang á öllum gamlu verkefnum ykkar, öllum gamla músík, þið hafið aðgang á öllum, nema bara með ekki tala saman. Eða tala við einhvern annan homo sapiens. Þið miðið taka köttin ykkar með, hamsturinn, hundinn, helst ekki hest. Hvað sér? Já, hvað móðin mentuð? Já, ég skal íhuga það. Já, ég vil fá CV frá mömmuðinni. Ævi ágrip líka, veist. Getur vel verið að hún sé bara svona garðyrkjufræðingur og Python snillingur í laumi. En já, einhverjar fleiri spurningar einhverjar fyrsta, já. Já, L alveg arfaleiðilegt hérna, já, það mjög góð ástæða fyrir því. Eins og til dæmis það sama og O í rauninni, eða allavega stórt O, að þú sér enga mun á því og nulli, en ástæðan fyrir því að L slæmt að það L, þú sér enga mun á L og einum. Smá, já. Já, þú veist, ef þú ert með Vivaldi eða eitthvað sem kontrollfrontið inn, þá kannski sérðu munið. Fælar held í Python 2 keyword. Fælar Python 2 keyword. Það er svo sem alltaf að nota það í Python 3. Eða það er ekki keyword, það er sem sagt bara innbyggt eitthvað dót. Og já, sko ég veit ekki muninn á þessu open. Ég bara hef ekki hugmynd. En já, það er bara ástæðan fyrir það highlight eða Python 2. All right. Var allir póníandur svona stóðir? Náðu þessum. Sjá hvað hann er ánægður. Geggja ánægður. Það vantar ekkert bróni. Er eitthvað bróni í salnum? Er eitthvað bróni í salnum? Greinilega ekki. Jú, við skulum ræða það eftir upptökuna, en hérna bara lifið heil.